Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Vigdís Steinþórsdóttir hjúkrunarfræðingur, heilari og dáleiðir og ein af stofnendum Kærleiksdaga sem fyrst voru haldnir á Narfastöðum í Reykjadal fyrir 20 árum, en hún hefur haldið utan á þá síðan 2011. Kærleiksdagarnir eru 4 sinnum á ári víðs vegar um landið og eru í annað skipti sem að þeir eru á Breiðdalsvík. Fyrir nokkrum árum síðan vissi ég að þetta væri mitt hlutverk til að tengja saman fólk, til að æfa okkur í að gefa og þykja kærleika, til að við meðferðaraðilar þekkjum aðra og kynnumst öðrum meðferðaraðilum og getum vísa á aðra og svo líka til að bjóða þá að aðrir viti hvað er í boði og hvað við erum að gera. Venjulega erum við eina helgi en þegar við förum svona langt þá erum við svona marga daga, það er langt að keyra og líka það að þá erum við svo mikið að nota 2 fyrstu dagana í útiveru. Tengjast náttúruverunum, álfunum, huldufólkinu, hulinsverunum og það er það sem að við vitum að fólkið gerði í gamla daga sem talaði við þessar verur. Svo hefur það daldið minnkað og týnst svolítið, en þær vilja hafa samband við okkur, þær vilja geta hjálpað okkur og vera í samskiptum við okkur og við búum saman á þessu landi. Ég þekkti Austfirði mjög lítið þegar mér var boðið að koma hingað og það var svo skemmtilegt að ég fekk bara mail frá einhverju manni sem ég þekkti ekki neitt og spurði hvort ég vildi koma og vera á þessu hóteli. Og það var af tilekjan konu hér á staðnum sem langaði að fá svona hluti hingað austur. Mér finnst þetta dásamleg náttúra hérna, áin eða árnar og fjöllin og allt öðruvísi heldur en Vestfirðir, ég alin upp á Vestfjörðum. Allt önnur fjöll, allt önnur orka, við vorum búin að vera mörg ár vestur á Vestfjörðum og mér fannst bara allt í einu tími til komin að leyfa Austfjörðunum að njóta. Svo ég sagði bara glöð, já takk fyrir mig að boðið þetta og fór hingað. En hvernig einmitt hérna lífið hér af þessum verum sem við almennt sjáum ekki? Fullt sko, fólki var að segja mér einmitt núna áðan, það sem við upplifðum hérna inni við fossin áðan, það var vatnavera, það voru alls konar verur, huldufólk og álfar og alls konar og það eru fjallatífar hérna á fjöllunum, að það er fullt af verum allstaðar og það eru svo glaðar að fá okkur. Fyrst eru þau svolítið feimnar þegar við erum að koma á nýja staði, en svo taka þær okkur fagnandi og eru mjög glaðar með að fá þessa orku og við notum eins og að við vorum að spila fyrir verurnar og jörðina og náttúruna, þarna áðan. Vilborg býr í Eyjafjarðarsveit en tók einnig þátt í Kærleiksdögum á Breiðdalsvík í fyrra. Og ég kem hingað til að njóta og er með býð upp á svæðinaut og heilun með tíbetsskálum. Vilborg var svo sem spilaði á tíbetskálar inn við Beljanda. Þannig erum við bara að fara út í náttúruna og bara njóta að vera til. Njóta náttúrunnar og það er svona og svo náttúrulega er misjafnlega hvernig við upplifum hvað við erum að finna í náttúrunni, hvort að við erum hreinlega að sjá bara einhverjar álfa eins og margir hafa verið að sjá eða við erum bara að vera og njóta fyrir orku, spila fyrir fallega náttúru. Þann tíma sem við vorum á Breiðdalsvík fór meðal annars fram svokölluð kakóserimónía. Kakói kemur beint úr Karabíska hafinu, úr kakóbauninni án þess að vera neitt unnin og þetta er eitt af því skemmtilegasta ævintýri sem ég hef lent í. Að ég bara hitti konu í 10 mínútur í Breitlandi í haust, hún gefur mér kakóbaunir og ég hugsa hvað á ég að gera við þetta? Hún kom hérna til Íslands og ég gat ekki hitt hana, ég hef aldrei hitt hana meira en þessar 10 mínútur í Breitlandi í haust. Hún gefur mér þessar kakóbaunir og segir bara býti hérna kakósúkkulaði úr þessu. Og ég bara vissi ekkert hvað ég átti að gera, en galdurinn þegar þetta fór að gerast og verða súkkulaði, en þetta hreina súkkulaði á nokkur sykurs, á nokkra aukaefna, beint frá náttúrunni, er ofboðslega hollt, þetta er talin fæða guðanna, ofboðslega andóksun í þessu, miklu meiri heldur en bláberjunum okkar. Þetta opnar hjartastöðun okkar og ekki veitur okkur ef við ætlum að vera í kærleika, þá þurfum við að hafa opið hjarta til að kunna að gefa og taka á móti. Og þetta sem sé opnar hjarta okkur og hjálpar okkur að losa okkur við gamla drauga sem við viljum ekki hafa í okkur lengur til að verða tærar og fallegri farvegur fyrir ljósi. Í kakóðu hérna er ekki bara sett vatnið úr krananum hér eða? Nei, það var nú svo skemmtilegt á þessum staði, við erum ekki með kranavatn. Við fórum einmitt og tókum vatn úr ánni
Og ekki nóg með það að við tækjum bara vatn úr ánni, þannig við fengjum fjallaorkuna hér til okkar. Heldur var spilað á kristalskálar og tíbetskálar fyrir vatnið til að fá tíðnina úr þeim inn í vatnið í okkar líkama. Þú ert hér á Kærleiksstöðum á Breiðdalsvík. Hvað dregur manni eins og þig hingað? Ég maður náttúrulega kynntist andlegum málefnum í gegnum AA. Því þar náttúrulega bara ekkert annað að ræða. Tengir maður eitthvað lengra eða maður heldur bara áfram að vera fullur. Og svo byrjaði ég að hugleiða fyrir einhverjum 13 árum, búin að vera edrú 25. Og hef verið að hugleiða í Bandaríkjunum og Þýskalandi, oft farið til Bandaríkjana. Og svo kynntist ég þessum dásemdarhóp hérna sem eru huglæknar og fjarlæknar og fólk sem sér, ég veit ekki hvað margar víddir, alls konar verur hérna út alla trissur. Og sko þegar maður er opinn og vill eitthvað gott inn, þetta snýst ekkert gáfur, þetta líf það snýst maður er opinn eða lokaður, að þá náttúrulega bara finnur maður hvað maður fær mikið og kemur með mikið hérna. En þú býrð í Reykjavík, komin hingað á Breiðdalsvík í friðin, meiri friður á Breiðdalsvík en í Reykjavík? Nei, það eins og ég segi, sko, friðurinn náttúrulega bara inn í hausnum á manni. Mér finnst raunverulega allstaðar friður, hvort sem á útikamri, út í sveit eða ábyggilega í dómkirkju einhvers staðar. Ég sé engan mun á stöðunum. Það allstaðar gott að fulla. Sérstaklega stórt Harley mótorhjól og þegar ég búinn að loka hjálminum þá ég bara í hrókasamræði við almættið og hugleiði á Harley'n. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.